Skipta skoðanir mínir einhvern máli. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Þráinn Freyr Vigfússon, eigandi matvörumeistari, eigandi Óks og Sumac og fyrrverandi liðsmaður og þjálfari kokkalandsliðsins. Já. Velkomin 24/7. Takk. Hver er þín saga og hvað er það að gera sem þú ert að gera? Ég bara axlast þannig. En þú veist, já, ég held að maður sagði að sem krakki ætlaði að vera kokkur. Það var ekki mikið inn í staði fyrir því, því að maður var ekki að elda að gera þessi krakki að hafa eitthvað óran áhuga á því, sko. En svo fór ég bara að vaska upp hjá pappa á sumarhóteli og Sauðárkróki og fannst þetta bara svona heillandi, adrenalín, svona ADHD krakki sem kannski var ekkert mikið í skóla, þú veist, þá var þetta svona eitthvað sem maður fann sig bara í og svo bara eitt liðir öðru og bara svona rann boltin áfram og hér eru í dag, sko. Þannig að það er ekkert eitthvað, það var ekki þetta markmiðasetning þegar ég var 14 ára alltaf að gera þetta og þetta, en það er svona bara eitt vatt upp annað og svo bara svona eftir hvert svona áfangið þá finnur þau í einhverju og þá getur þú lagt þig meira í því og svo verður þið bara betri í því og þá verður metnari meiri og svo bara vext þetta. Þannig ég held að það sé svona bara sagan, sko. Þannig að það er bara eitthvað sem kveikti svona einhvern áhuga og fílaðar eitthvað svona aksjón og síðan byrjar að vera í því og þá ertu að bæta því og þá færðu bara kannski ástríði fyrir því og þá verður þetta bara svona hann árangri í því. Já, og bara ef þú finnir að þú ert eitthvað svona skarri eitthvað fram úr í einhverju og finnir þetta fyrir þig, hvert það sé eitthvað kúla eitthvað ís eða hvað sem þetta var, skilur upp, þá bara fannstu að þú varst með eitthvað X þarna og þá hallaðist maður meira þessu heldur en einhverju öðru, þessu skóla eða svona, einhverju sem átti kannski ekki alveg við mig þá á þeim tíma allan. Og hvað varstu gamall þá þegar þú byrjar að vaska upp hana á Sauðárkróki til dæmis? Byrjaði bara 14 ára, svona, 14 ára? Bara svona einn og einn milli æfinga. Já. Og svo var ég 16 ára og þá byrjaði að vinna það á sumrin alltaf. Já. Og þá fannst það bara það gaman og svo fór maður bara suður þegar það var 19-20 og fór að læra þetta. Þá fórstu að læra kokkinn? Já. Hvar lærið kokkinn þá? Byrjaði á Kaffi Óperu sem brann hérna fyrir daga og svo færði mér út í Sögu og grillið og var þar, kláraði þar og held svo áfram að vinna þar og erlendis og svona. Þannig að þetta er bara svona, hvað ég segja, þú leyft þig bara að flæða í staðinn fyrir að vita nákvæmlega hvort að fara og af hverju og bara svona lífið tekuð eitthvað. Já, ég held að svona alvara fóru mest, kom datt inn aðalega þetta þegar fór að læra upp í grilli. Það var svona kreðsana af hæfileikaríkum og metnaðarfullum matreiðslumönnum sem svona þú lendir í bylginni bara og þessir, þú veist, og þetta er bara sem í fótboltanum, það er bara betri maður við hliðina þá bara ætla þú að vera góður hann og svo bara mikið metnaður og þá eiginlega svona fór þetta upp á þið og maður útskrifast hæstur og svo ætla maður að vera þetta og prófa að keppa í matur með ásins og keppnisskapi, sko, pínu svona sem, þetta er svona pínu, þetta er svo hvað segir maður, service í eldhús er svo fótboltaleikur eða kappleikur, þú ert bara, þetta er 90 mínútur og servicein er 90 mínútur, þú ætla að sigra þessa 90, þannig að service og það er atriðin, það kemur fullt upp á og hér og þetta klikkar og þetta er þú veist að manage þetta allt og svo þegar þú sendir út síðasta diskinn þá er þetta svona bara svona pínu eins og þú ert búin að klára leikinn, sko. Já, bara búin að vinna erunni eða ekki vel. Já, og svo kannski búið skjálfuleikur og þú brjálaðir eftir service, sko. Já, veist, þetta er svona, það má líka svo aðeins saman, sko. Ég nefnilega hef komið aðeins, Sumac náttúrulega bara staðan sem ég vel þegar fyrir eitthvað langar að fagna einhverju að fara út að borða það eiga góða stund, ég er búin að vera mikið að undanfari. Við fylgist með, sko, mér er svo gaman að fylgjast með kokkunum í rauninni sem eru bara á fullum krafti í eldur og sjá hvernig þetta er, sko, hvernig ég segi, þetta er svona, mér finnst að vera svona kröfuharða meira intense heldur ég gerði mig grein fyrir að vera að servera mat, þú veist, og að vera að búa til svona góða þjónustu. Ég held að vera miklu meira svona kannski afslappaðara eða einhvern veginn að gesalappa, en þú talar að þú byrjaðir í þessu af því að það var aksjón í þessu, skilja. Já, algjörlega, sko, og bara, þú veist, þannig að sumarhóteli babba, það er kokkur sem er náttúrulega ekki, tökum það fram hérna, þetta er kannski hverfandi sem betur fyrir að þá kom fljúandi diskur í vegginn hinum meginn og þú veist, og maður bara áttast ekki á hvað, þetta er bara matur, okkur taka svo alvarlega, skilja, þetta er bara einhver, þú veist,
hvað sem var að gera þá en það svona, já, hvert vindur upp á sig og þetta náttúrulega bara svona clockwork dæmi, þú veist, það kemur inn þetta borðið með þetta marga og það 3 að gera allan hennar mat og þessi þarf að vera á sömu tímasetningu þessi og svo þarf þetta að fara allt saman og ef einn klikkar og þá þarf hinn að bíða með heita matinn og hann verður kaldur og þá þarf að henda honum og gera upp á nýtt og þá bara komið biðlisti á næstu bommur og næsta borð tefst og það þarf átt ekki mikið til að kannski eitt kvöld verði bara mjög erfitt af því að það ekki bara tímvörkið eða tímarammin sem alltaf verið að gera kom ekki saman heima og saman bara eins og þú sendir sendingun inn fyrir og það ekki náttúrulega fyrir sem hleypur eða hann farin að staða alltaf langur tíma og rángstæður Það maður brjálaður út í hann Já, þú veist, þetta svona kemur allt saman En hvernig verður maður góður kokkur? Ég held að fyrst og fremst sé bara ef maður tilbúin að leggja sig fram en svo þetta, sem ég segi sko ef þú ert tilbúin að læra og með rétta hvað sem rétta attitúdið með þú ert bara tilbúin að læra að leggja þig fram og hlusta þá geta allir þá verður góður í því sko það númer 1, þú getur verið með talent það fullt á mikið talent en þú verður kannski aldrei góð kokkur þegar þú leggur aldrei fram þú ætlar bara að fara á þessi litla talent sem með sko þetta bara að vinna Og einhvers stað var lítið maður þurfa að byrja þegar þú byrjaði bara í uppvaskinu Já, akkurat ég byrjaði í uppvaskinu og var í eldhúsi frá ungur og þegar ég byrjaði að læra kokkin þá hafði ég svona advance að því ég skildi kannski aðeins með meira reynslu af eldhúsvinninni og allt svona heldur en kannski einhver sem kom úr framhaldsskóla og ætlaði að byrja að læra og hafði þá aldrei kannski leikskilningin kannski orðað þannig og þannig að það var svona átti við mig og svo bara var ég skipulaður þegar maður skipuleggur sig þess að maður á kannski þú átt að gera 30 hluti á þessum tíma og nær ekki að skipuleggja þig rétt þá klárar aldrei þess að 30 hluti á þessum tíma og ef maður mæti með það þú veist, hvað tekur lengsta tíman að gera í eldhúsinu þá byrjar því þá en endar ekki á því og þá þú veist, þannig að já, ég veit ekki alveg hvert ég komið með Nei Og hvað hlýtur líka að vera mikilvægt, þú veist, ef við tökum núna bara, þú veist, var það sama eitt lita hverju öðru, þú veist, til dæmis bara Sumac og Oaks, þú veist, var þetta, þú veist, varstu með alltaf hugmynd þú varst komin í kokkin, þú veist, að vera með eigandi á 2 bara mjög vinsælulegum mánagrinnum stöðum? Nei, já, þú veist, nei, alls ekki upp af við, en ég held að frekar bara svona þróun, myndi ég segja þróun sem matreiðslumaður og bara svona fagmaður í það sem við erum að gera þú veist, uppafið var maður að hugsa hvernig þetta elda þessa gulrót og það var alveg upp á 10 og þessi diskur og svo smátt þetta farin út í hvernig á eldhúsi að vera og þú veist, farin að hugsa stærra og sama bara núna ég líka þú veist, ég að hugsa þessi gulrót en ég líka að pæla í hvernig að gera þetta space sem er veitingastað eða hvernig að þróa eða koma nýtt konsept eða eitthvað svona nýtt inn á veitingamarkaðin eins og Sumac og Oaks var það sem ég var að hugsa koma með eitthvað tvennt algjörlega nýtt sem var að gera eitthvað sem var ekki til á markaðinum og bara, þú veist svona gera eitthvað sem var svona original þó ég ætla nú alls ekki gera neitt lítið úr öllum frábæra veitingastöðum bænum sko þannig að fannst mér bara að vera eitthvað gat í markaðinu fyrir þessa 2 staði og Oaks er 17 ára gömul hugmynd Sumac kemur svolítið seinna og er hugsað til þess að supporta litla konsepti sem Oaks er þannig að Sumac er creator til að vera á svona slæmri ensku Sugar Dad, Sugar Mom á Oaks fyrir Oaksið þannig að Oaksið getur gengið því Oaksið var náttúrulega ekki gott businessplan sem slíkti upp af allan Nei, þannig að það helst svolítið hendur að Sumac myndi vera með Oaks í leiðinni í rauninni Já, það er til þess að núna erum við akkurat að vinna í því að við erum að byrja að smíða nýtt space fyrir Oaksið en þá er núna Oaksið orðið það er gamalt að getur labba sjálft og er núna að fara að flýta heimann og getur supporta sig eitt og sér sjálft, og gert sína hluti bara Þannig að mann hugsar þá bæði bara maturinn og hvernig hann er uppsettur og hvernig hann bragðast en líka bara hvernig upplifun er og hvernig surrounding er og hvernig maður vill hafa þetta allt saman Já, þetta er alveg ótrúlega margir hluti sem þurfa að koma saman þar sko. Bæði hönnun á staðnum er að kósi allt sem snertir er þetta, þú veist
leður í stólunum eða þetta plast, þetta gerfi eða þú veist, hvernig líður að sitja, tónlistin, háaðinn, hljóðbarnin og svo akkurat konceptið maturinn og koktelarnir og starfsfólkið og þannig að þú veist, það er margir snertiflitur sem geta annarkvæmt virkað eða klikkað. Þú vantilega þurft að læra að vera bara, vantilega mjög lærdómur að vera eigandi að stjórna svona batteríi. Já, bara tvímælalaust og ég held að, þú veist, reynsla sem er búin að hlaðast upp og ég hef ekkert viljað opna þetta stað eitthvað fyrr á ferðleirinum, sko. Því það er mikið reynsla og mikið minnstökum og mikið að svona lærdómi sem ég er búin að bæði í veiðihúsarekstri að, þú veist, læra að reka lítið veiðihús og svo að opna nýjan stað sem við gerðum bara í stærsta húsinu, Hörpunni og mistökin sem maður gerði í konceptinu þar og svona það sem maður rak sig á og þú veist, þó við vorum að gera góða mat og allt flott en þá læriði maður rosa mikið af svona koncepti. Þess vegna Sumac svona sterkt koncept í haustum á mér að ég vildi passa upp á að því þar lærið þar að það sem var koncepti var svona bæði og þetta eða þetta. Þá er svo erfitt að fá fólk inn á staðin ef þú ert svona hugsanlega þetta og svo hugsanlega þetta. Þú veist, er þetta ítalst eða er þetta franskt eða er þetta, þú veist, svona, fólk vill oft, svona gestir vill vita hvert þú ert að fara, þú veist, er ég að fara í þetta eða er ég að fara í þetta. Þannig að ef þú ert með konceptið og fylgið því bara gott dæmi McDonald's, þú veist nákvæmlega hvað þetta fá, þú veist, þetta er hamburgerstaður og þetta og fara alltaf þetta sem slíkt, sko. En það er svona veitingastæður þurfa að vera með ákveðið koncept og svona gesturinn þarf að vita hvað hann að fá. Og hvað segirðu, þú segir Óks er 17 ára hugmynd, hvað er pælingi með Óks og hvað gerir fólk Óks og... Já, Óks er í svona bara 11 setta veitingastæður. Sem bæði og ég var að fá Michelin-stundina, já, sem var ekki sjóðum þinni. Já, hann er 11 sæti og er svona bara svona eldhúsbar, situr í kringum eldhúsið og þar eru 2-3 kokkar elda. Þetta er svona 20 rétta máltíð í dag, en er náttúrulega búið að byrja þeim í 9 rétta máltíð. Það er allt innifalið, mat og vín og djúsbörun og áfeng og þú setur í svona hotni þar sem þú horfir inn á eldhúsinnréttingu sem er inn frá 1961 á sveitabænum sem afi minn og amma var og þetta er bara eldhúsinnréttingin þeirra. Konceptið var það að ég var í veiðhúsi upp í Borgarfirðinum og hafði bara verið að vinna á grillinu á Hótel Sögu, séð gestina í gegnum svona gler og alla tala við gest, sko, svona þannig að og þarna fór ég í veiðhús í 1 mánuð og var það bara satt, bjó og eldaði honum gesti í 3 daga, kynntist gestunum rosalega vel og fekk bara feedbacki beint í æð hvað þá það sem að var hrósið eða ef það var eitthvað sem það fannst ekki að eða eitthvað svoleiðis þá varstu bara komið með gestin og í svo svakalega nálægð og mér fannst þetta bara skemmtilegt því að feedbacki var svo gott að maður var bara að fá hrós að því maður var bara að leggja sig fram þá hugsaði ég bara, okkur ekki gera eitthvað svona bara þá Reykjavík og þá fór ég að hugsa hvernig þetta gera það var einn bara kokkur og gera þetta næs og svo svona náttúrulega kannski kikkar inn að vinna einn alla daga, kannski ekki alveg til lengdar eitthvað sem maður vill gera, sko og þá kemur inn bara náttúrulega hugmyndina einhverju öðru og reynsla og ferðast og þá kikkaði Sumac inn í þá jöfnu og þá kom þetta bara saman í þessum 2 stöðum, sko og svo náttúrulega bara, já þetta er bara svona stígandi í öllu sérstaklega klálega frá upphæðu byrjuðu bara svona low key og svo hefur bara alltaf verið að bæti í gera upplifuna betri og meiri. Er þá ástafun eitthvað í markasetningunni, er þetta máð mikið eða hvað? Bara verða máð, engin markasetning á Óksinu og það er bara eitthvað svona speakeasy hugsunni, sko og þú bara vita af þessu en náttúrulega í dag er þetta náttúrulega eitthvað þessu sagði Michelin og listar hér og þar þannig að þetta er ekki lengur orðið þetta sem var í upphafi en við náttúrulega auglýsum bara ekki neitt og staður er bara fer á sínu bara reputation. Og hvað hvernig, eins og með Michelin-stundina og ég spurði þér áðan, er þetta eitthvað sem stendur á með Óks? Þegar ég var að pæla í Óksi upp þá var engin stjarna á Íslandi Michelin var ekki komið til Íslands komið mjög 10 ára setna eða eitthvað 7 ár síðan, ég veit ekki þannig að þá var þetta ekki hugmyndin í mínu kvöld að ég var að fara að opna við Michelin-stundstað klálega ekki, en svo kannski þú veist bara
við það sem við erum að leggja í þetta og metnaðurinn og upplifunin og allt svoleiðis, þá klálega var óks svona síðustu 3-4 árin alveg þarna á þessu skrefi að fara í áttina því, sko. Og opinberlega sagði það aldrei, en þetta, þú veist, var metnaður og keppnisskapið náttúrulega skila sér oft bara þannig að maður vill bara að strífa fyrir árangri, sko. Og þá náttúrulega kannski að endanum kom það og það var skemmtilegt og við kannski byggust ekki við í ár. Þetta var þegar við vorum búin að tilkynna með síðan að við varum að flytja og þá bjóst maður ekki við að við varum að fara að velja stað sem var að breyta húsnæði. Þannig að það kom á óvart bara. Og hvað þarf staður að hafa til þess að fá Michelin-stjörnu? Ég veit ekki. Það bara, sko, þeir gefa út eitthvað svona ákveðið að ein stjarna sé maturinn og 2 stjörnur sé umhverfið og þjónustan og svo 3 ári svona excellence. En þetta svo opaslega dularfullt að þú veist, þeir koma og taka okkur út. Við veitum alveg því að þeir hafa gert það, en þeir koma alltaf undir mismunandi nöfnum. Já, en við veitum aldrei að þeir séu að koma. Nei. Þú veist, þeir eru kannski á, hann heitir Erik á bókuninu Oaks, en hann heitir John á bókuninu á Dill, til dæmis. Þeir eru svona, þeir eru að reyna að fela sig allavega. En við höfum bara vita af einum þegar hann kom. Þú veist, þá vissi ég að það var hann, en svo ég vilt fréttið þá eftir á. Gegnum þá eitthvað svona aðra kokka á Skandinavíu eða eitthvað Gunni á Dillinu. Og hversu stórt finnst þér að fá Michelin-stjörnuna? Hversu merkir mikið fyrir þig? Bara heiður aðalega og viðurkenning, myndi ég segja, en þetta náttúrulega góða stóður undir reksturinn klálega, því að þetta náttúrulega mikið búst og mikið af fólki sem bara eldir þessa stjörnustaði. Fer bara að borða það, ef það stjörnustaðir í borginu, þá reynir að bóka hann. Þannig að það hjálpar náttúrulega reksturinnum og tryggir kannski framtíða reksturinn hvernig sem hann og sérstaklega þegar við erum að byggja nýja stað. Og þannig að þetta bara frábært fyrir okkur og líka bara fyrir ferðamannanlandi Ísland að við þurfum að bæta við fleirum og vonandi bara fleiri framtíðina því að þetta svona ákveðin gæðamerki á landinu og borginni að vera með eitthvað svona staði sem að servera á þessu háa stíða því að við erum að fá núna 5-stjörnu hóteli Edition hótelið núna í höfnina hjá Hörpu. Það frábært, þetta retreat Bláa lóninu, þetta allt svona, þú veist, hótel sem hefur vantað upp á þennan high-end túrisma. Núna þá komum við bara með breiðari svona hópa af fólki sem kemur til landsins þá frekar og þá bara meiri penning og betra fyrir Ísland sem heild sinni. Fundið þið mun eftir bókunni þar fengum Michelin-stjörnuna? Já, það var aðeins en það voru alveg 120 bókanir á fyrsta sólarhringnum. Í alvörunni? Og mailin sem betur var ég búin að kúpla mútið þeim og búin að koma Alexander inn í það, þannig að hann fekk alveg ég veit ekki, næstu 200 mail á fyrsta sólarhringnum. Wow. Þannig að hann tók hann alla vikuna inn á þeim. En náttúrulega óksér bara 11 sæti, þannig að þetta náttúrulega mikið af þessi bókunum og náttúrulega biðlistabókanir. Já. Þetta fór náttúrulega ekki alltaf því að við vorum búin að loka 3 mánuði fram í tíman bókunum. Það þarf ofta að bóka bara langt fram í tíman eða ekki til þess að fá? Jú, það alveg núna 2,5 mánaða bið. 2,5 mánaða, já. En svo dettur auðvitað alltaf eitthvað út og svona, þú veist, einhver rókeringar. Þannig að það alltaf misjönd bara. Já. Hvað hefur eitthvað átt svona uppáhalds kvöld sem að vera servera? Hefur eitthvað staðið upp úr? Þetta bara þegar skemmtilegt fólk sem að meta mikils matinn og það sem við erum að gera. Þetta með sem kvöldin og það var alveg komið skemmti krattar að borða sem hafa haldið upp í standlíku í mér máltíð og endalaust eitthvað svona svo bara oft mjög skemmtilegt fólk sem að borða og þá þetta bara gaman að hlæja á góðum bröndurum eða eitthvað svona momentum sem skapast sko. Þannig að ég á ekki eitthvað eitt akkurat núna en það er alveg þó nokkuð mörg skemmtilega moment. Hefur þú serverað einhverja fræga? Já, það er alveg komið einhverju frægir. Sem ekki bara nefna. Já, þú veist,
kannski, ég held að það var nú alveg opinbert, en það var Steph Curry, hann af körfuboltamaðurinn. Já. Hann kom eitt kvöld og var þá bara með alla staðinn einn. Alla staðinn einn? Var hann bara með konun sinni eða eitthvað sliðis? Já, okkur vinnir bara. Skemmtileg bara, flott hjón. Já, en svo fullt aðrum ég alltaf ekki að fara að nefna. Nei, það er engin pressa á því. Þetta er líf og fjör. Og hvað hvernig lærður meira inn á svona, bara eins og að fá fólk með þér í einhverja átt, hvernig lærður meira inn á leiðtogastílinn eða stjórnundarstílinn þegar þú varst með, hvað var það þá bara liðsheildina? Það er náttúrulega akkurat svona sem kannski maður gamli skólinn eldhúsinni kannski sem, það sem maður segir alltaf í öllu, það þarf að vera ægi og það þarf að vera svona strúktur í hlutunum. En svo þarf þetta náttúrulega líka að vera gaman og þetta fá fólk með þér til að vilja koma og mæta og trúa á það sem við erum að gera. Og það er svona náttúrulega kannski mest lært að það er ekki allir eins, þú ert svolítið að manna sig hvernig einn eftir hvernig þeir eru og fara að, sumu þarf að fara harkalega að, sumu þarf að fara mjúklega að og allt eftir því, þannig að ég held að svona almáli kannski að fá allir til að trúa á hvað við erum að gera, trúa á að þetta er eitthvað, við erum að gera þetta að metna og gera eitthvað svona öðruvísi og að sé svona eitthvað uník í því sem við erum að gera. Það hjálpar heldur mikið. Þannig að þið væntanlega, inn í þessu, innum talan gulrótin á hann og upplifanir, það lítur líka að vera bara hvernig starfsfólkið kemur fram. Bara númer 1 og það kemur oft þetta, sem er svona hire the smiles and train the skills. Hire the smiles and train the skills, já. Sem er rauninni bara, sumir hafa bara rosalega útgeislun sem personur. Já. Og er ekki eitthvað lærðir í þessi slíkt, en útgeislun og presence er ofta alveg ótrúlega mikil að það fyrsta sem sérð. Og þess vegna segir maður að í svona þjónustu starfi eins og veitingabransan, þá er bara ótrúlegt hvað, að brosandi þjóð sem hefur svona jákvæð orku, tekur á móti þér, í staðið fyrir einhver sem kann þetta alveg upp á 20 og veit nákvæmlega hvernig á að hella glasinu og hvað er í glasinu og hvernig á að gera þetta, en er svona fíldur og hefur svona bara neikvæð orka frá honum, þá myndur alltaf velja brosmilda þjónin og þó hún viti ekki hvað hún nákvæmlega er að gera, þá fyrirgefur það frekar heldur en eitthvað sem veit þetta 25 þó að maður myndir alltaf vilja hafa bæði saman, en það er kannski bara eitthvað sem er kannski pínu ekki kannski alveg raunveruleiki í dag, sérstaklega í þessum mannekla er og að allir vantar starfsfólk og svona. Þannig að þá þarf sundu aðeins að fara einhverja leiðir sem kannski maður hefði ekki farið fyrir 20 árum. Já, og líka eins og þú segir, það er hægt að þjálfa upp þessa hæfni kannski. Já. Það er ekki erfiðara að þjálfa upp karakterinn eða hvernig þú ert, sko. Já, bara gott dæmi, maður kannski að vinna á veitingastað og svo kannski var með bara flotta þjón og svo bara það er einhver á hurðinu að banka eða ekki opna hurðina. Nei, ég hef enga tíma fyrir þetta. Ég er að klára vinnuna sem ég er að gera. En þetta er nú hugsalega gesti sem vilja kannski koma í kvöld, þetta er ekki tekka á því. Þetta er bara vesend. Eða skilur þá þetta bara koma með eitthvað sem kann þetta upp á tíðan, hann skilur samt ekki okkur hann að vinna. Því að end of the day er það gestur sem kemur á veitingastæðin sem er að borga launin og borga allt undir þetta og ástæði fyrir að við erum að það er gesturinn. Ekki að því að við erum það sem við erum, sko. Við erum gesturinn ástæði fyrir ég kokkur, að því að ég er að elda fyrir gestin. En gesturinn svona, þá er ég talað svona í grunninn, sko. Þá er þetta ekki svona haldað svona, hvað sem vera fastur í eigin svona raunveruleika sem þú heldur að þú sért allt, sko. Já. En gesturinn er náttúrulega ástæði fyrir Schumacher til og Oxy til. Þó að þetta staffi kreatar það, en við værum ekki að kreata þetta fyrir engan og þá gerist ekki, sko. Og hvernig, þið væntanlega, sko, mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi, hylki sem er umhverfisvæn, kólusöfnuð
og passa í allar Nespresso vélar og ég búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumælumum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Varandi því ég náttúrulega í þjónusta fólk, eins og segir, fólkið skiptir máli, skilurðu. Hvernig hefur lært eitthvað af fólki sem hefur komið á veitingastæðina gennum tíðina? Þú veist, væntanlega fáið mikið af góðum feedbacki á Sumac og Ógs, en kannski einhvern tíma fáið líka eitthvað konstruktív endurgjör, eitthvað sem við getum bætt eða eitthvað svoleiðis. Já, klálega þegar við gerum mistök, því að það heldur betur gerum við mistök. Þá akkurat það líka það sem maður metur svo rosalega mikið þegar maður fær bara ekki endurgjöfuna sem af þegar gerist eitthvað sem var mistök að gesturinn láta okkur vita af því þegar við klúðurum eitthvað eða gerist eitthvað til þess að bæði læra af því og byggja upp og líka náttúrulega klálega til að bæta upp fyrir okkar mistök og það bara þetta mikilvægt sem við gerum að læra af gestunum og þú veist og eitt að vera sammála öllu en sama að þú veist að vita út frá hverja þeirra kritík eða hrós þá það bara númer 1 og 3 að þú tekur það inn, metur það, lærir af því og þá byggir út frá þessum mistökum að reyna ekki að láta það gerast aftur, láta alla vita þess sem gerist og reyna svona að byggja það upp innan fyrirtækis. En maður fær eitthvað krefjandi komment sem maður veit ekki, hvað maður segja, maður fær krefjandi endurgjöf sem maður veit að innst inni að það ekki út af þjónustunni eða eitthvað svoleiðis, heldur maður finnst bara eins og að konin sé ósanngjarn en samt getur maður ekki tekið einhvern slag það væntanlega einhver svona tilvik líka. Jú, algjörlega en þú veist það bara eitt sem bara verður maður tekur inn og metur þetta þú veist, maður alltaf þegar ég var nýbúin að opna á Sumac þá var eitt sem maður bara þú veist þegar maður sá TripAdvisor komment og ég segi þú veist í dag maður alltaf bara svona ítir á alveg bara svo eða þú veist yes, ok, eða þú veist og svo kannski komaði upp að koma svona komment sem voru bara, þú veist klálega áttu eitthvað til þessum máls en voru mjög harkaleg til dæmis og þá tókum við alveg 1 ár að svona bara setja svona húðin á þetta og þú veist að þetta var svo mikið badd og maður lagði svo mikið í þetta og svo fekk maður svona kannski 1 og 1 komment sem kannski átti rétt að sér einhver leiti en ekki öllu leiti en þá þurfti maður svona að brynja sig og í dag maður svona komið með þetta hefur ekki eins mikil áhrif á mig í dag heldur en þess að uppaði. Á meira svona þú veist komment á TripAdvisor þú veist að byrja á tóstan bara nærðir en síðan núna ertu bara orðin sjóar og Já, núna tekum maður bara inn og ef það á réttu sér þá bara lætur maður alltaf vita því og reyna að bæta og reyna að kontakta aðeinan eða í hverju sem það þetta bara Getur fólk líka verið miklu meira beinskettar og harðar á kommentum heldur en bara það myndi segja við þig bara eftir máltíðina Já, ég held að það sé náttúrulega bara eins og allt svona netinu, kommentarkerfin bara það eru sinnum 10 með hvað fólk myndi vantilega segja í persónu Já
og ég held að það sé bara hluti að þessu og ég held að hvað sem það er þá, þú veist, er það bara eitthvað sem maður þarf bara að læra með og halda áfram, sko. Ekki taka þetta allt alveg beint inn, sko. En þú, hvort fílar meira að vera manager eða vera í hasarnum? Sko, það er náttúrulega að þegar Oaks og Schumacher er svona opbáslega ólíkir að það, þú veist, ég er rosa gaman á Oaksinu, vera í Oaks, þú veist, service og þú veist, það er svo mikið intimacy og kynni svo mikið fólki svo er rosa gaman að taka bara eitt góða service sem bara brjála að gera Schumacher og maður er bara svolítið í action svona artillinni kick og það er bomba og þetta og þú gera og keira það bommur ekki eins og pantanendar sem er alltaf hangandi uppi og þá er oft það er rosa gaman að vera í actioninu þó ég segi sjálf, ég er kannski ekki alveg eins toppforma við var í gamla dagi sko, en þetta er samt svona adrenalinni kick og gaman að takast á þetta sko. Það er í pínu, væntanlega ferðu bara í pínu svona flæðið að sóni þar sem tíminn líður bara ágæsla rætt og þú ert bara all in í bara einhverju Já, bara kvöldið er búið á svona það bara gerist Verðum það ekki bara svolítið búin á því eftir svona vaktir eða? Jú, það er alveg, veist, það tekur á þetta er líkamlegt að gera og hlaupa upp á niðurstiga og græða þetta og þetta er svona álag svo aftur, sko svo fyndi það því að Schumacher er svona hasarinn, sko svo er Oaksið svona bara mjög rólegt flæði en það er aftur líka, það er bara sama það er bara öðruvísi af því að þú ert þjónninn, þú ert kokkur og þú ert að gefa svo mikið andlega frá þér þar sko menn í eldhúsinu þá þarf ekki að pæla í gestinu þessi líka, þú ert bara með eitthvað 3 með þér sem þú ert að pæla í og þjónunum með þér hverju alltaf en þú veist, það er bara allt annað áreiti Já, svona öðruvísi áreynsla kannski, já. Hittir meira líkalegt og hittir meira bara svona, fólk er að upplifa að sömu stemningunni vil fá hana fram og þá þarf að spyrja ákveðna spurninga eða þú veist, að laða ákveði fram. Nákvæmlega. Þú veist, ég er svona, ég er introvert, ekki extrovert, sko. Ég læriði bara að vera meira extrovert með því akkurat frá viðhugsunum og svo bara tala um gesti og þannig að þetta er svona bara búin að þjálfa mig upp í að vera svona þessi host, sko. Hvernig þá? Hvað? Bara, þetta er mörg ár, smátt og smátt, veit hvað það gera, veit hvað það tala þá svona farið sjálfslisti til að tala meira og svo smátt og smátt svona, þú veist, kemur það, sko. Þú veist, já. Hugsaði bara þannig. Ertu þá, spyrðu líka fólki bara út í hvað þau eru að gera og allt það? Já, bara það, bara fyrst sem ég segi bara hvaðan eru, hvað er búin að lengi hérna og hvað er að fara að gera og hvað gerur og svo oft bara komið dýpra, sko. Þannig að þetta er svona, já, en ég ætla nú ekki að segja ég geti farið upp að svið og tala við 300 mann, sko, alls ekki, en svona inn í þessu sóni, sko. Já, og hvað hann að, hver er svona normal dagur fyrir bara eigandi á 2 stöðum? Sko, þetta er eiginlega svolítið svona sunnudagar eini að vera í fríi þó að það ekki alltaf þannig að það er alltaf loka sunnudum á þetta þá er kannski eitthvað smávinna mánudagar fara svona oft í skrifstofu snattdagar, sko og svo þriðjudagar svona svipað og svo er það rauninni þá miðvikudag til laugardags þá er ég svona bara akkurat 10-9 á stað og ég hinn á þessu og svo tekur svona síðustu ár hef ég reynt ekki mikið að vera í eldhúsinu meira bara í stjórnunarstílnum yfir daginn og svo í service er þá bara annarkvort í eldhúsinu Oaks eða eldhúsinu Schumacher eða þá kannski bara fríról frammi á Schumacher en þetta er yfirleitt svona 5 dagar svona allavega plus sem maður er að vinna og náttúrulega fram eftir, þú veist, það er langa nætt, þú veist, maður er stundum að fara heim klukkan 1 á nóttinu og stundum klukkan 11:30 en svo reynir maður kannski að stýra því að fara stundum fyrir heim. Algjörlega. Hvað og hver er í samkvæmstað að þú fyrir utan vinnuna og eldar mikið burrito heima ekki? En hvað er svona sem, leggur þú mikið metnaði í matreiðsluna heima líka? Ég held að ég get ekki sagt að ég sé mikið að leggja á metnaði þar. Ég held að það sé meira bara eitthvað svona einfaldir hlutir þegar það kemur en þetta er gaman að bjóða sem maður ætti nú að gera oftar að bjóða fólki í mat. En svo er ég oft bara svolítið mikið út að borða, sko. Bara svona... Fyrir þessum stöðum þá bara? Já, bara svona misjátt, sko. Eða þá, já, svona. En þannig að, já. Er mikil samvinna milli hinna þessar staða bara hérna í Reykjavík? Já, ég held að allir sér nokkuð svona
bara, það allir í þessu bransa og allir að gera sitt besta og fullt af stöðum að gera frábæra hluti Er þetta sambland milli því að allir séu samanlið en líka að keppast á hvort annað? Já, ég held að það sé bara svona heilbrigð samkeppni sem ef einhver að gera góða hluti þá það bara ítir að við sko og öfugt, þannig að ég held að það sé, þú veist, ég held að það er ekkert svona eins og kannski manni fannst vera málaði ásækið þegar maður var að byrja að læra það sem var stríð á milli holtsins og grillsins og perlunar sko. En þú veist Það er ekkert bíf í veitingengjum? Ekkert allan að sé við það ekkert allan ekkert harkalegt þá Nei Þannig að ég held að já En hvaða mistök og þegar nú tökum við bara kokkasunum við hvaða mistökur er fólk að gera helst í eldhúsinu bara elda góða mat, heilbrigða mat Mistök, ég ætla að myndi segja sko, það er ekkert mistök sem beint við segja, þú veist, að fólk sé bara elda og gera sitt sko, ef ég sé eitthvað þá get ég kannski sagt það strax þar en einhverju pointerar, en ég held að fólk sé kannski oft bara kannski að flækja hlutin ómikið, reyna ómikið einfaldara og ég held að það segi kannski líka alveg við veit ekki það líka en já og svo held ég líka náttúrulega bara flott að fólk að leggja mikið tími í þetta elda heima því að ég held að sem við veitum í þjóðfélagi þá er ekki mikið tími sem fólk hefur aflögu það er svo mikið activity og þetta sem allir er að gera þú kannski hefur ekki einan tíma að gera hlutina og það kannski eru flestir að taka eitthvað tilbúð að hluta til og klára svo heima á sér Já, mér finnst það svo góð fyrir mig bara svona ákveðin restaklega elda með makanum sínum eða eitthvað, að þetta er svo góð núvitund og svona spjall í leiðinni, þú ert ekkert að fiffi símanum með einhverju kjaftaði, þú ert bara skeragræmyndið og opnin í gangi, það er alltaf blúsandi, þetta er svo góð stund fyrst mér sko. Og mjög heilbrigt og líka akkurat ef maður er að taka græmynd og taka, þú veist, og þetta sé bara það sem þú veist, og eitthvað kryddað eða eitthvað, þú veist, þá er þetta, þú veist, grunni til góðu tómatur, þú veist, það þarf ekkert að gera meira það sko og alveg rétt, þú veist að elda held ég bara svo kannski fyrir marga mála eða eitthvað, þú veist, þú ert bara svolítið með sjálfur að gera þetta og þú ert í því þá þú ert á staðnum þannig að ég vil ekki elda lengi sko, ég er að gera eftir mér ég sakna þess sko að það er rosa gaman að elda með einhverjum já. Það er svona, oft svona, þú veist akkurat að vera með vinum, þú veist, í staðan fyrir að bjóða með mat og vera með alls klárt þegar koma eða innvikla á því eitthvað, þú veist gera hlutina saman eitthvað, þú veist og þá byrjiði bara, þú veist, hvernig sé það Mér finnst þú, og því að þú getur verið með margar hluti einu mér finnst svo erfitt þegar ég býð bara einhver gestum að vera að elda í leiðinu og vera bara einbetta mér á þeim, skilur en, þú veist, maður bara æfa sig í því kannski Já, algjörlega og þetta náttúrulega þetta, þú veist, margir, þú veist hvað sem maður athyglisbrestur annað, dett út og eitthvað og brenna eitthvað svo leið, sko, það gerist náttúrulega alveg hjá öllum, sko bara hluta þessu Átt þú einhverja svona, þú veist, einhverju áttu einhverja fyrirmynd að kokka eða staði í heiminum eða eitthvað svo leiðis? Já, þú veist, nei, ekki þannig, þú veist kannski upp á það var staður í Chicago sem þetta Alenia sem ég fór og vann í stuttan tíma á það var svona á þeim tíma alveg staður inn í heiminum svo náttúrulega kannski þá bara nærtækara sem maður var að vinna með á þeim tíma ég og okkur maður svo gælurinni Bjarni Gunnar eða eitthvað svo leiðis sko svo kannski franski kokkar eitthvað sem voru þá svona heitir í kringum 2005-06 sko þegar maður var að læra svona sem þegar maður leita sem mest að einhverju svona nýjustu stöðunum, nýjustu trendunum og svo leið, sko. Þannig að, kannski í dag, nei, ég held ekki svona, þú veist. Fylgist eitthvað með ég hef nú séð hann ég hef séð hann tvisvar á Súmak, held ég, hvað er hann aftur? Scott Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, já, ég hef séð hann alltaf tvisvar á Súmak, held ég, en fylgist eitthvað með honum til dæmis? Nei, ég ekki, ég horfi bara ótrúlega lítið á svona kokka þætti sem slíka, nema þá að þessi einhver svona dokumentary stípur sko þannig að ég ekki mikið fylgst með Gordon Ramsay sem slíkum en hann akkurat allan að síðust árin hefur hann verið fast að kunni þegar kemur til landsins á Súmak þannig að
Já. En hann svona frægastur í dag, eða svona. Þekktastur í þessu, Jamie Oliver kannski líka. Já, Jamie náttúrulega. Já. Þetta allt. Sem King Siggi Hall sem ég fekk inn í hlaðarp einhvern veginn. Já, algjörlega. Alltaf kóngurinn. Já, búin að gera margt í lífinu og ótrúlega hluti, sko. Hann ekki svona einn af þessum geitum í bransanum? Eða þú veist, svona, sem flesti vita hver allavega? Jó, ég vil ekki, hann ekki bara frægastur kokkur Íslands. Ég held að það er ekki sem, þú veist, hann var náttúrulega í sjónvarpinu í gamla daga og svo, þú veist, var með veitingastæðið sinn og ennþá í sjónvarpinu og gera hérna þess skemmtilega hluti, sko. Það er bara mjög virðingaverk sem allt sem hann áorkað í lífinu, sko. Algjörlega. Og hvað er þá framhaldið með nú er það að fara á nýjan stað með Óks? Það var búið að vera í ykkur bíkinn í einhver tíma, ekki? Jú, þetta búið að vera að 2 ára svona prósess, sko, með það og ég ætla bara góðu tímabúti núna og við erum núna, þú veist, enda september segi núna og sjá hvernig það standi ekki. Það vonandi að þá verður búið að færa Óks yfir og búin að opna hérna svona koktelbarinn sem verður fronturinn á Óksinu og sem heitir Amadon og það, þú veist, það í september enda, þú veist, vonandi og svo þá erum við þá að opna svona vínbar seint á árinu. Vínbar líka? Já, sem þarna á jarðhæð, þetta í kjallarahúsnæði allt. Og hann verður þá sér vínbar? Já. En í sama húsnæði en ekki, kannski, svona ekki tengdu beint. Það er svona, það sem framöndan núna í ára og svona alltaf að því Óks hverfur út úr Súmak þá að fara að gera svona private eða svona multifunctional room sem herbyggi eða með þá fyrir hópa sem vilja vera sér á Súmak. Þannig að það ætti vonandi að vera komið fyrir jólin. Það er svona framöndan. Og ertu ennþá bara, tekur þetta ennþá þannig að þú flæði bara og gerir bara hlutina vel sem þú ert að gera? Ertu með eitthvað svona framtíðarplön varandi, þú veist, 5-10 ár? Jú, kannski eitthvað sem er búin að hugsa út í en kannski eitthvað sem alltaf segja upp. Nei. En jú, ég myndi segja svona minn karakter sem pínu flæðandi, sko. Ég ekki svona alveg að þessu leyti en ég mætti örugglega vera meira planaður, sko. Meira skipulaður að þessu leyti. En já, ég held að þetta er svona bara þetta stig bara sem ég er búin að hugsa núna og ætla ekki að klára þetta vel og að halda þessu gangandi og svo fara ekki að taka þetta og svona, já, svo kemur eitthvað annað. Hvernig heldur að bara einhver starfsmaður sem myndi lýsa þráinn sem stjórnanda, þetta? Já, ég held að svona heilt yfir rólegur, sko og en ég held að maður reynir svona að vera sanngjarn og hlusta á og kannski, svo má alltaf vera kannski lína sem maður segir að maður kannski ofsanngjarn stundum. Ofsanngjarn? Já. En það er kannski bara ég. En já, ég held að það sé bara svona nokkur rólu en náttúrulega með ákveðna kröfur á hvað sem eða þú veist, hvað sem það sem ég sé og vill sjá og ég vona að maður náði því til skila, sko. Allir átti að sjá í hvað átt maður að fara. En ég held að eins og margt og kannski maður líka vanda sér meira því að koma að skilaboðum betur til allra. Ég held að mér fannst það svo, eins og segja aftur, ég var að fylgjast með intense stuðin í eldhúsinu. Mér fannst það svo áhugaverð dýnamíkana. Mér fannst strax bara samlefnuna bara að spila fótbolta eða verið í teymi í fyrirtækjum eða eitthvað svoleiðis sem var einhvern veginn ekki bara átt að segja á, sko. Það var allt svona, þetta þurfti allt að smyrjast saman, sko. Já, algjörlega. Eins og vél, sko. Og sama bara í salnum, sko, þjónunum þar og bara inn að senda kokteluna áður en að maturinn kemur og allt þetta, sko. Þannig að þetta allt bara, já, þetta bara samvinna og tímasetningar. Mikið communication og svona. Já. En væntanlega tilfinningar líka alveg á milljón, þannig að það er ekkert. Þetta er svo intense, þannig að væntanlega auðveldar að missa sig einhvern veginn að láta tilfinningar stjórna sér. Já, það er bara eins og akkurat sama, bara eins og hittarlega, svona, þú veist, eitthvað sem maður vill ekki sjá en það er bara mannlegt að gerist, sko, að hittin, að menn, kannski tilfinningar bera menn og leið og segja eitthvað sem kannski ekki stundum að segja en bara aftur sama, bara mikið veit að þetta sé ekki persónulegt en aðalega að menn þá átti sig á því
eftir á og þá hérna komið til viðkomandi eða átti útkljáði málin og menn sjáu hvar einn ekki fór fram með sér og annar ekki eða hvernig sem það þannig að en þetta bara og þú ert bara hvað ég með 50 starfsmenn og þá þetta allt persónur sem eru það engin eins og allir þessir að vinna saman einhvern veginn og sem margir snertifleitir á samskiptunum sem geta enda vel að illa eða einhver þannig að þetta svo mikið af tíma sem fer akkurat bara í þessu að maður mannlega hliðin á fólkinu og starfsmennunum og láta fólk líða vel og að vilja mæti vinnuna og gefa af sér til gestsins. Er það ekki þannig að þegar starfsfólki byrja að segja við í Sumac eða það byrja að brenna, bara identity mitt Sumac, þá ertu væntanlega að gera eitthvað gott eða ekki, eða það er bara svona brennu fyrir fyrirtæki. Það er þetta sem er þetta sem að leitast mikið að fá fólk til þess að finnast það að þetta sé þeirra og þau eru að taka þátt í að móta staðinn alltaf, þannig að Sumac er svo miklu meir, eins og ég segi alltaf ég kannski bara með mína sín á staðinn, en svo er þetta allt starfsmennir sem móta svo þessa sín og gera það veruleika sko. Frá kokkonum, frá César uppvaskaranum og bara frá Leobarþjónnum og Jakobi kokk og þeim í salnum öllum sko. Og þetta allt saman er þessi gerir Sumac og svo akkurat bara Rúnar, Ragni og Guðgeir og hafa móta og halda áfram að móta þessa sín sem óks er sko. Og alltaf að reyna að bæta og halda öllum á tánum. Algjörlega þá maður að gera góða hluti sko. Hvað er eitthvað ráð sem þú fengið varðandi annarkvort bara businessin eða bara að vera matvæslumistari sem þið finnst það gott að þú varst að segja okkur frá því eða það lélegt að þú þurfur að vara okkur við því? Já, ég held að þessi bara leggja sig fram. Ég held að það er svona mest sem ég kannski tekið það með að sagt bara að þú voru bara leggja fram og svo það bara verið skipulaður sko. Mjög opið svar en svona það kemur fyrst upp í hausinn en svo bara eitthvað svona já, ég kannski mottoð mitt svona work hard, play hard svona þú veist að leggja þið allan í það sem þú gera á þessu stinni og svo getur þá gert eitthvað annað þegar þú ert ekki í þessu akkurat sko. Þannig að svona jákvæð með að bara leggja sér allan fram í það sem er að gera með dugnað og skipulagi og síðan geta bara leggja sér inn á milli líka og kannski taka ekki hlutunum á alvarlega. Ég held að hæfilegt kæruleysi er líka mjög gott. Já, eða það ekki. Maður heyri það, mér finnst það að vera ákveðin samverðinni á fólki sem gerir hann líka sko. Það er ekki sem ná árangri sko. Það er alveg svona, þú veist ég held að segja ég sé svolítið hæfilega kærlaus þó, ég held að það sé svona alveg, þú þarft að vera pínu hæfilega kærlaus til að hoppa út í eitthvað og gera eitthvað og láta það bara vaða og svona, þú veist það var kannski ekki margir trúið að opna 11 setta veitingastað og stað sem var svona inspiraður á Norður Afríku á Íslandi það er maður bara ákveður þetta sko ég get ekki bara opnað franska stað þannig að þá er það kannski bara fólk sem opnað ekki það er ofugsa bara mynd að ganga þetta þarf að gera svona, ég þarf að vita allt hvernig það fer ofugsa að þú bara fara að stað með eitthvað og byrja bara en svo akkurat, eitt sem sagði við mig sko allt sem þú veitir athygli blómstrar þannig að þú veist ef ekki orða þannig að þetta er ekkert sjálfgefið í svona að maður gerir eitthvað og opnar fyrirtæki eða hvað sem það en þú veist einhvern veginn hafði ég góða tilfinningu fyrir þess að því ég var náttúrulega búin að gera eitthvað rannsóknvinnu, undirbúningsvinnu og allt það en aðalega þú veist að ég var bara að veita þessu alla athygli þú veist ég var að vaska upp og ég var að laga kranana að bilaði og þú veist þegar maður er all in í einhverju þá þú veist þá þarf eitthvað mjög mikið að gerast til þess að virka ekki ef þú ert svona nokkurn veginn helsteft sko þannig að það er svona þú veist þegar þú ert þarna til staðar
og ert að pæla í, þú veist, er búið að þrífa þetta hótt þarna, er búið að fara á klósitinn og tjekka klósitinn, þú veist, er gulræturnar klárar, þú veist, eins og nú segir svona, þannig að þú veist, þetta er bara stjórnandi fyrirtæki eða hvað sem maður er að gera, þú veist, þjálfari í fótbolta, þú veist, ef að þjálfari er ekki að horfa á æfingunni eða bara upp í stúku, sko, eða, þú veist, upp á skrifstofu, þá kannski veit hann ekkert hvað er að gerast á æfingarsvæðinu. Þannig að fylgjast með og þú sér kannski svolítið lífið bara gegnum Zoom hvort allt sé þar, just. Já, og svo akkur segir maður, svo er það pútur sem það líka að láta fólk taka ábyrðina fyrir því, skilja, þannig að þú sett ekki... Var það erfitt, eða þú veist, var það... Já, ég segi að það var svona búið, það var erfitt fyrir mig, en ég þurfti að gera það. Veist, það var orðið alveg, þú veist, það kom pútur sem bara getur ekki verið alls þar með allt í öllu, þannig að það er svona að læra að fá fólk til að taka ábyrðinu fyrir því og sjá hlutin er alltaf til þess að því að annars brennur það bara út. Já, annars þú getur bara ekki verið að sinna allir basically. Nei. Það er bara eins og ég er með Jókaka Sumak sem er Jakob og ég er með Jókaka Óks sem er Rúnar og þeir taka svona grunn ábyrðina þegar annars myndi staðin vera ekki vera á þeim stað sem er í dag að ég ætla að vera báðustöðum eða vera að gera bara allt. Það væri þetta ekki eins gott. Nei. Maður er að kunna til að geta bara. Já. Ég held að það sé mjög gætt. Það leggja sér fram hæfilegt keirleysi, skipulaður. Hæfilegt keirleysi þengist væntanlega því að ekki að þú veist vera með heiminn á herðunum að þér, veist, og vera kannski stressaður og... Já, og taka þetta ekki allt inn á þig. Ég held að það sé líka það, því að þetta er, þú ert með, bæði með ótrúlega marga gesti á kvöldi, allar á Sumak, Óks kannski ekki alveg, út með 50 starfsmenn, þetta er allt menn sem geta, ég er ekki fullkominn látið frá, þannig að þú þarft ekki að teki því þegar þú gerir mistökin en ekki teki allt inn á þig og hérna við kent mistök sko og það er bara hluti að láta, þú veist, ef ég myndi alltaf segja nei, ég ger ekki mistök þá endanum missir maður trúna að fólki trúna á mér og feir bara eitthvað. Já, þetta er kannski þessi margir með að læra að þetta er yfirleitt ekki persónulegt sko. Tengist ekkert manni sjálfum sko. Þú veist, eins og kommentarna á TripAdvisor eða kommentar sem við færum varandi eldamennskuna, þetta er ekkert persónulegt, skilur, þetta er eitthvað að þér, skilur. Nei, alls ekki. Akkurat þetta og líka, þú veist, og þegar eitthvað komment koma vegna mistaka, þá er það ekki gagnvart persónu sem gerði mistökin. Nei. Það er bara því að þú varst komin hérna til að kaupa einhver þjónustu sem þú fékkst ekki, eða einhver leiti eða öllu leiti, eða hvað sem það var, og þá er það bara gagnvart fyrirtækinu, eða stofnunin. Og það held ég að, já, og bara, þú veist, það er kannski svona, þú veist, ég var nú í fótbolta í gamla daga og maður átti þetta erfitt með þegar maður gagnrýndi sko og maður læriði svolítið á það, skilur, að þú veist, þetta var bara fótboltaleikur og þetta var inn á vellinum og svo voru allir vinnir þegar að stíga á vellinum sko. Já. Þannig að, þú veist, og ná að skilja á því, en þú veist, oft sem krakkar þá er þetta oft erfitt, held ég. Já. Að ná að skilja af. Það sem ég fílaði með fótboltavöllin, það er hægt að vera með svo skýr skilaboð og jafnvel leyft sér að tilfinningarnar bara leyfa þeim aðeins að flæða en það var alltaf allir vinnir eftir æfingu sko. Saman hvort það var að maður var að bauna yfir einhvern af því að hann tók ekki réttu hreyfingu eða var ekki réttum stað eða að maður fór að hnakka rífast kannski besta vinn sinn í liðinu en síðan bara og kannski bara það mikið að það voru bara slagsmál en síðan var bara eftir æfinguna það var bara allt búið og ég hugsa bara skilur þetta myndi aldrei geta gerst á vinnum að skæfa skilur þannig að þetta er svo mikið valjúból umhverfi sko. Já, algjörlega. Já, ég bara mikið lærdómi sem kemur að íþróttunum sko. Algjörlega. Varstu í boltanum lengi? Bara þessi margir til 20 sko. Já. Svo fór ég suður. Hvar bjóstu? Sauðárkróki. Þú bjóst á Sauðárkróki, en þú ert á Króknum. Það er mikið lítið bær. Já, alveg fullt af bara mjög gaman. Já, fullt af bara flottur staði til að aðast upp á. Og mikið íþrótta, já, okkur fótbolti, körfubolti og margir mjög góðir sem hafa komið þaðan. Hvað við erum nú búin að fara vía völl, hvað er eitthvað sem þú vilt bæta við? Er eitthvað sem við erum ekki búin að fara yfir? Já, það er góð spurning. Nei, það er ekki, ég er nú bara búin að vera í flæðin hérna, sko. Það er ekki? Eitt af öllu bara. Já, bara eins og þú tekur lífið. Já, ég held að það er bara hafa gaman lífinu og njóta þess, sko. Það er eina sem mest að njóta þess allavega. Já, leggja sér fram en að njóta þess leiðin. Ég held að það sé ágætt uppskrift á
af ánægilegu lífi örugglega, innansíkulífi. Held ég, hann að Þráinn bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma og til hamingju aftur með meiðslistöruna og ég hlakka áfram til að fylgjast með þér og Sumak og Óks og öllu þessu blómstrar í framtíðinni, hann er bara takk fyrir að gefa þér tíma til að koma og til að fylgjast með. Takk fyrir að bjóða mig. Ótrúlega mikilvæg spil. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað.